Komið sæl og velkomin heim í stofu, ég heiti Bryndís Svavarsdóttir. Í dag 29. júní er annar sunnudagur eftir þrenningarhátíð. Þema dagsins er gestaboðið köllun til Guðs ríkis. Í lektíunni kallar Guð lýðin að koma til sín. Í pistlunum stendur: börnin mín elskum ekki með tómum orðum heldur í verki og sannleika. Og í Guðspjallinu segir Jesús dæmisögu mann sem bauð í veislu. En við skulum byrja þessa stund eins og alltaf á því að signa okkur og við segjum saman í nafni Guðs, Föður, Sonar og Heilags Anda. Amen. Heyrum hvaða boðskap lektían ber okkur, en hún er úr Jesaja 55. kafla. Komið öll sem þyrst eruð, komið til vatnsins, og þið sem ekkert fé eigið, komið, kaupið korn og etið. Komið, þiggið korn án silfurs og endurgjaldslaust, bæði vín og mjólk. Hvers vegna reiðið þið fram silfur fyrir það sem er ekki brauð og laun erfiðis ykkar fyrir það sem ekki seður? Hlýðið á mig, þá fáið þið hina bestu fæðu og endurnærist af feitmeti. Leggið við hlustir og komið til mín, hlustið, þá munið þið lifa. Ég ætla að gera við ykkur ævarandi sáttmála og miskunn mín við Davíð mun standa stöðug. Ég gerði hana vitni fyrir þjóðirnar að höfðingja og stjórnanda þjóðanna. Sjá, þú munt kveðja til þjóðir sem þú þekkir ekki og þjóðir sem ekki þekkja þig munu skunda til þín vegna drottins Guðsins, hins heilaga Ísraels, því hann hefur gert þig veggsamlegan. Þannig hljóðar hið heilaga orð. Já, þema dagsins er gestaboðið köllun til Guðs ríkis. Jesaja talar fyrir munn drottins Guðs sem kallar okkur öll til Guðs ríkis og ef við fikrum okkur eftir textanum þá kemur vel í ljós að Guð krefst aðeins trúfesti. Hann kallar komið öll sem þyrst eruð, þyrst eftir fersku lifandi vatni sem gefur eilíft líf og er tekið úr brunni visku og miskunnar hins máttuga Guðs. Hann segir komið til vatnsins og þið sem enga peninga eigið, komið og kaupið korn og etið. Hér getum við velt upp spurningunni hvernig getur peningalaus maður keypt korn. Jú, spámaðurinn segir að hann fær kornið án endurgjalds vegna trúar sinnar á Guð. Því Guð segir þiggið korn án silfurs, endurgjaldslaust bæði vín og mjólk. Og spámaðurinn spyr, hvers vegna velur maðurinn þá að eyða allri sinni orku í að strita fyrir lífsviðurværi sem gefur stundarsaðningu. En okkur til afsökunar, þá tekur lífsbaráttan orku, tíma og athygli. Hún sér að þreyta okkur svo að Guð verður útundan. En við þurfum aðeins að hlýða kallinu, hlusta. Það fylgir því ekki vinna að sinna Guði, því á meðan við dveljum í orði Guðs fáum við hvíld. Samanber, komið til mín, öll þið sem erfiðið og þunga erum hlaðin og ég mun veit ykkur hvíld. Hlýðið á mig, segir drottinn. Hann krefst ekki menntunar í fræðunum, aðeins að við hlýðum á boðskapinn, treystum í hjarta okkar á að lofur Guð standi. Því hann segir hlýðið á mig og þá fáið þið hina bestu fæðu og merkingin er fæðu sem gefur eilíft líf, lífsins brauð og lífsins vatn. Guð segir leggið við hlustir, hlustaðu og þú munt lifa. Því að orð Guðs er fæðan sem gefur þér líf
Orðið er hinn andlega næring sálarinnar og Guð staðfestir hér að hann muni gera sáttmála við þá sem standa utan þjóðar hans, ævarandi sáttmála eins og hann gerði við Davíð. Orð hans mun standa stöðugt og traust aldur og ævi. Sáttmálinn sem Guð gerði við Davíð hafði fordæmisgildi fyrir okkur. Hann var vitni fyrir þjóðirnar. Guð hafði alltaf áætlun að breiða boðskapinn út til allra manna og þjóð hans átt að vera verkfæri til þess. En sú von brást þegar þjóðin hafnaði syninum. Jóhannes orðaði það svona: Hið sanna ljós sem upplýsir hvern mann kom nú í heiminn. Hann var í heiminum og heimurinn var orðinn til fyrir hann, en heimurinn þekkti hann ekki. Hann kom til eignar sinnar, en hans eigið fólk tók ekki við honum. Þjóð Guðs hafnaði Jesú, frelsaranum sem þeir biðu eftir, vegna þess að þeir þekktu hann ekki. Þeir biðu eftir frelsara, en sáu ekki hvernig Jesús gæti frelsa þá. Jesús átti aðeins fötin sem hann stóð í þeirra augum var hann farand predikari sem hafði ekki fastan samastað, hafði hvorki pólitísk völd eða var af voldugri ætt. Misskilningu þeirra var að þeir héldu að Guð kæmi og tæki völdin, myndi frelsa þá undan valdi Rómverja og gera allt betra í þessu lífi. Vegna þess að Jesús var ekki ímynd þannig frelsara, var honum hafnað af leiðtogunum. Postularnir og hinn stóri hópur lærisveina sem hafði fylgt Jesú tók við hlutverki þjóðarinnar að breiða út boðskapinn ríki Guðs. En öllum þeim sem tóku við boðskapnum gefur Guð rétt til að verða Guðs börn, þeim sem trúa á nafn sonarins. Og enn skal boða fagnaðarerindið öllum þjóðum allt til endimarka jarðar. Í Guðspjallinu segir Jesús sögu mann sem gerði mikla kvöldmáltíð og okkur verður strax ljóst að þessi maður táknar Guð sem býður okkur í ríki sitt. Það tók hann nokkur tíma að undirbúa heimboðið, en þegar allt var tilbúið sendi hann þjón sinn að segja gestunum að koma, allt væri tilbúið. En þeir tóku að afsaka sig. Einn hafði nýlega keypt akur, annar hafði svo mikið að gera með akneitin sín og sá þriðji hafði nýlega eignast konu. Sem sagt afsakanir sem voru allar fyrirsláttur, þeir einfaldlega höfnuðu boðinu. Nákvæmlega eins og leiðtogarnir höfnuðu fagnaðarerindinu ríki Guðs. Þjónninn sem við vitum að er Jesús, því hann sagði sjálfur að hann hefði verið sendur af föðurnum. Þjónninn segir herra sínum, það er Guði, að boði hans hafi verið hafnað. Þá reiddist húsbóndinn í sögunni og sagði við þjóninn: farðu fljótt út á stræti og götur borgarinnar og leiddu hingað inn fátæka, örkumla, blinda og halta. Íhugum aðeins hvernig þetta rættist. Jesús opinberaði hver hann var í samkunduhúsi gyðinga og að minnstakosti einu sinni er sagt að Jesús hafi kennt þar á hvíldardegi. En leiðtogarnir sökuðu hann guðlast og hröktu hann burt. Þá fór Jesús að kenna úti undir beru lofti. Hér gætu menn haldið eða túlkað söguna þannig að himnaríki verði aðeins fyrir fátæka og fatlað fólk, en svo er ekki. Jesús hefur sagt að sá sé fátækur sem á ekki trúna á Guð. Sá er örkumla sem sér ekki lækningu í orði Guðs sem lofar fullkomnu lífi í ríki sínu.
og sá blindur sem vill ekki sjá hvað orð Guðs býður honum, og sá haltur sem gengur án Guðs. Áheyrendur Jesú hafa samt vafalaust skilið söguna þannig að ríki Guðs væri einnig opið fyrir hina fátæku og þá sem voru á einhvern hátt fatlaðir og því taldir vera annars flokks þegnar eða án blessunar Guðs. Þjónn Guðs, Jesús, gaf hinum fátæku von. Enda talaði Jesús þar sem hver sem vildi taka við boðskapnum gat heyrt hann, og enn var rúm fyrir fleiri í þessu kvöldverða boði. Húsbóndinn segir þá þjóninum að fara út stíga og vegi, það til heimilislausa fólksins og fólksins í ræsinu. Boðskapurinn ætlaður öllum mönnum. Guð fer ekki í manngreinarálið, hann býður alla velkomna í ríki sitt. Aðstæður okkar í þessu lífi hafa engin áhrif, því að við eigum ekki að koma með neitt með okkur. Hvort sem við erum vel stæð eða fátæk af veraldlegum eigum, þá kemur aðeins sálin fram fyrir hásæti Guðs. Húsbóndinn sagði þjóninum að þrýsta á menn að koma inn, svo hús hans, það ríki hans fyllist, en segir jafnframt að hann hafni þeim sem hann bauð fyrst. Hann hafni þeim sem höfnuðu honum. Og það sama gildir í dag, Guð hafnar þeim sem hafna honum, því að hann virðir okkar frjálsa val. Já, þema dagsins gestaboðið eða köllun til Guðs ríkis. Guðspjallið í dag dæmisaga og allar dæmisögur Jesú bera sterk skilaboð. Sumar auðskiljanlegar en aðrar talaðar inn í hefðir sem okkur framandi. Talaðar inn í samfélag sem að við skiljum ekki eða þekkjum ekki. Stundum skiptir máli varðandi söguna hverjir hlusta, því sagan sögð fyrir þá og töluð inn í þeirra lífsviðhorf. En Jesús talaði í dæmisögum af ákveðinni ástæðu. Hann sagði þær sem ábendingar eða ádeilu, þannig að áheyrendur skildu þær án þess að vera beint ásakaðir ranga breytni. Þannig gaf hann þeim tækifæri til að breyta stefnu í lífinu. Eins og allar dæmisögur Jesú, þá fjallar þessi saga Guðs ríki. Veislan var tilbúin og gestgjafinn Guð sendir þjónin Jesú til að láta gestina vita. Hinn útvalda þjóð voru aðal boðsgestirnir, en þeir þáðu ekki boðið. Og ákvað gestgjafinn, það Guð, að bjóða hinum fátæku örkumluðum, blindum og hörtum eins og það orðað. Síðan þá hefur gestalistin verið opinn og auglýstur í Biblíunni. Hver sem heyrir og meðtekur orð Guðs velkominn. Milljónir manna hafa í gegnum aldirnar borið boðskapinn áfram í orðum og gjörðum, og Guð mun fagna þeim öllum sem og þeim sem tóku orðinu fagnandi, en eins og sagan sagði, þá enn rúm. Það geta fleiri tekið boðinu í hina eilífu veislu. Gestaboð Guðs kallar okkur til Guðs ríkis og með trúnni á Jesú þá skráum við okkur á gestalistan. Boðskortið finnum við í orði Guðs og svarið kemur frá hjartanu. Já, ég trúi og ég mæti. Í Rómverjabréfinu segir Páll postuli, hver sem ákallar nafn Drottins verður hólpinn. Hann fær nafn sitt skrifað í lífsins bók. Því fagnaðarerindið boðar að hver sem trúir á Jesú Krist glatast ekki, heldur hefur eilíft líf. Höfum því Jesú í hjartanu,
ræktum sambandi við Guð, því að við ætlum að mæta í veisluna á himnum. Drottinn blessi þig og varveiti þig. Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þig náðugur. Drottinn upplyfti sínu augliti yfir þig og gefi þig frið. Í Jesú nafni. Amen.